Þegar að foreldri leggst inn á geðdeild þá oft ekki það fyrsta sem að barn að hugsa hvers konar veikindi þetta eru eða svona flóknar spurningar. Heldur oft svona bara praktísk mál, bara hvernig lítur húsið út, foreldri mitt með rúm, fer það í sturtu, hvað fara það að borða? Og það er svo vont að því að þau ímyndir svo ofta versta. Og þannig að við hugsaum að við getum gert svona örþætti, þar sem að við getum svolítið leyft að sjá inn á geðdeildirnar og sjá inn í geðþjónustuna og bara svona gefa þeim aðeins hugmyndir hvernig hugsaðum foreldri þeirra og svona að allavega svara þeim spurningum sem við getum svarað. Og þá fórum við svolítið í það með Landspítalanum að þróa þessa þætti og núna afurðin svo að við erum búin að gefa út 4 örþætti sem eru ætlaðir börnum og ungmennum og bæði gefur svona innlitin í þjónustuna hjá geðþjónustunni en líka bara húsnæðið og starfsemina og líka viðtöl við starfsfólk, það er líka oft gott bara að sjá hverju vinna með foreldri sínu og svona. Hér eitt herbergi á deildinni og þau eru bara öll eiginlega alveg eins. Okkar heimur starfar í þágu barna sem að eiga foreldra með geðsjúkdóma og allt okkar starf miðar að því að bæta stöðu þeirra hér á landi og við gerum ótal margt í þeim verkefnum en við bjóðum meðal annars upp á fjölskyldusmiðjur fyrir fjölskyldur þar sem foreldri glíma með geðræn veikindi og við erum með stuðningshóp fyrir ungmenni og svo vorum við að opna nýja fræðslusíðu sem okkarheima.is og þar að finna fræðslefni fyrir börn og ungmenni sem að eiga foreldri með geðsjúkdóm og líka fyrir foreldra og þá hugsunum svolítið að styðja við foreldra í foreldrahlutverkinu þegar veikindi komu upp hjá þeim. Ég hef sjálf reynslu að eiga foreldri með geðsjúkdóm þannig að þetta svona blanda af reynslu og fagþekkingu og svo erum við með leiklistakennara sem starfar í fjölskyldusmiðjunum okkar. Við vinnum mikið með svona leiklist sem tól til þess að nálgast ýmis umræðefni tengd veikindi foreldris og svo erum við með sjálfboðaliða líka sem starfa í fjölskyldusmiðjunum okkar þannig að við erum mjög heppið með teymi og svona mjög víðtæk þekking þar og svo höfum við verið að vinna með starfsfólkinu á Landspítalanum að þessu samstarfsverkefni. Börn sem eiga foreldri með geðsjúkdóm upplifa mjög oft skömm og það eru þó að okkur hefur kannski aðeins ágengst svona síðastliðin ár að ræða meira geðheilsu þá erum við ekki að ræða það þegar foreldri veikist að geðsjúkdómi og það kannski ákveðin geðræn veikindi sem við samþykjum í samfélaginu en ekki öll. Þannig að fyrir barn sem á foreldri sem að glíma veikindi þá getur bara verið mjög þungt að bera þá skömm og eitt af því sem við getum gert til að bæta það að opna umræðuna og tala meira þetta og gefa þessum hópi barna pláss í samfélaginu því þau eiga það ekki í dag.